Góðan og blessaðan hvíldardaginn og verið velkomin. Við skulum hefja stundina í Jesú nafni með því að syngja sálminn númer 12, Lofsyngi Drottni. Syngja hann aftur.
Næst skulum við syngja sálmunum 160, hún eru vonina sem við höfum fengið að Jesú mun koma bráðum og sækja okkur. Ó blessuð von, dásamleg von sem við eigum. Og ritningaversið sem tekið úr Filippibréfinu, öðrum kapítula 5-8, við skulum rísa á fætur. Verið með sama hugafæri sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnu líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðinn allt til dauða á krossi. Við skulum biðja. Kærleiksríki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að við getum komið saman í húsi þínu og tilbeðið þig og þínum helga degi. Þakka þér fyrir kærleikann sem þú sýnir okkur og vonina miklu sem þú hefur gefið okkur. Að við megum vona því að Jesú komi skjótt og sæki fólkið sitt, hvað sem það í heiminum. Viltu blessa þessa von í hjörtum okkar og hjálpa okkur til þess að við getum verið verkfæri þín hvað sem við erum. Drottinn, ég legg þessa stund í þínar hendur, veltu með þeim sem ekki geta verið hjá okkur í dag á einhverja hluta vegna og vaki yfir kirkjunni þinni hér á landi út víða veröld. Blessa ræðumannin og senda okkur orð frá þér, kæri Faðir. Við felum þessa stund í þínar hendur og þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Og þá það sálmur númer 223.
það ekki lengra? Ok, það eru fleiri erindi sko. Ok, takk fyrir. En þá ekki gjafirnar, en mér skilst að Kitty ætli eitthvað að tala fyrir þeim. Gjör svo vel. Sæl öll sömul, það svolítið óhefbundið í dag því að eins og við tilkynntum síðasta hvíldardag að þá ætlum við að taka upp gjafir í dag í sérstakt verkefni. Today we're going to do the offering for a special project that's quite unusual. Það hvít, ég get ekki veit að hvíta. Bara svo heyrist vel í okkur báðum. Og ég nefndi það að það hefur borist beiðni alla leiðina frá Venezuela. We received a petition all the way from Venezuela. Og þið kannist kannski við fólki sem á myndinni hérna, Fernando og Joanny. You may know these people, Fernando and Joanny. En þau eru virkir þátttakendur í safnaðarlífinu í Venezuela. They are active members in a church in Venezuela. Og nánar tiltekið í Caracas. In the city Caracas. Kirkjan þeirra heitir San Román, Austur 2. The church is called San Román, East 2. Og þau eru með verkefni sem ég fengi að þýða sem fræ vonar. They have a project called the Seed of Hope. Og þetta verkefni snýst það að festa kaup á nýju húsnæði. They want to buy a building. Og byggingin mun þjóna bæði kirkjunni sem kirkja og fyrir safnaðarstarfi. It's going to be as a church for the congregation. En líka til að vera notað líka fyrir menntun. And also to educate. Og þau eru þarna með verkefni sem tengist skólastarfi. So it's going to be a school. Og sérstök áhersla lögð á svona neurodiversity eða þá sem eru með svona kannski aðeins öðruvísi heila ef ég mætti orða það þannig á íslensku. So it's for people that has neurodiversity, people that have problems with their neuros. Og það svona ákveðið þjónusta sem þessi söfnuður með, sem svona sérstök þjónusta fyrir börn sem einhver með Down-sylginni og aðra lærdóms- eða hegðunarvanda. So this is for providing specialized care for children with autism, Down syndrome and other cognitive and behavioral conditions. Og síðan það líka þannig að þau eru að vilja reyna að bjóða upp á aðventmenntun fyrir þá krakka sem eru þarna megin í borginni. They want to teach these children at that part of the city about our beliefs. Og bjóða upp á aðventmenntun fyrir þau. And offer them education, an Adventist education. Og þannig að þetta verkefni, ég vil ekki taka mikið af ykkar tíma, við munum bjóða, við erum með sérstakann söfnunarreikning fyrir þessu verkefni. So we have a special bank account for this project. Og þið sjáu að hérna
hérna sjáu þið frekar brefin og þetta er verkefni sem á vegum kirkjunar þarna í San Román, Austur 2. So this is on behalf of this church, San Román. Og þau tilheyra þarna konferensnum í hérna sem nú þetta of smátt fyrir mig að lesa á stóra skjánum. They belong to the conference of the in Venezuela. Sem heitir á spænsku Association Venezuela Centro Oriental eða AVAF-COR. Já. Og það er þessi sem sagt Venezuelan Central Eastern Conference sem þau tilheyra og þetta verkefni er einnig stutt af kirkjunni þar. So the conference in Venezuela and that conference they support this project. Og ég veit ekki hvort þið taki eftir en hérna er undirskriftin hans Fernando sem gjaldkera safnaðarins þarna. He is a treasurer of that church, Fernando, our good brother, and that's his signature over there. Og hérna þannig að við hvetjum alla til að styrkja þetta verkefni. So we want to encourage everybody to support the project. Og þess vegna ætlum við sem safnaðarstjórn ákveða að taka upp gjafir til þessa málefnis hér í dag. So the church board has decided to bring up the offerings for this special project today. Og síðan hérna munum við vera áfram hægt að leggja inn á reikningin í kjölfarið. And you can keep on putting transferring money into that account further on next weeks. Og gott að merkja það bara Venezuela. And to pinpoint it as for Venezuela. Takk kærlega fyrir ykkar góðu gjafir. Thank you. Já, kærleysríki Faðir á himnum, þakka ég fyrir þessar gjafir, viltu margfalda þær og viltu blessa þá sem gefa og gefa þær komið að þeim góðu notum við þitt málefni. Í Jesú nafni, amen. Já, þá er það barnasálmurinn. Amen.
og þá það barnasagan. Krakkar vilja ekki koma hérna fremst. Those of you who want to listen in English, it's channel number 5. En español es el canal número 2 en el traductor. Krakkar, gaman að sjá ykkur. Velkomin. Mér langar að segja ykkur sögu eitthvað sem kom fyrir mömmu mína. Og þarna sjáu þið mömmu mína og hver þarna við hliðina á henni? Kannist eitthvað við þessa konu þarna? Er það ég? Já, það rétt. Og ég þarf að fá hérna þetta tæki hérna. Og mamma, hún var einu sinni upp í sveit og hún lenti í dálitlu áhugaverðu. Þarna mamma og pappi, pappi enda dáinn og þau voru upp í sveit og starfsfólk sem var að vinna fyrir þau á veitingastað. Og þarna sveitin sem þau voru í. Þarna fjallið. Og einn daginn þegar mamma úti, þá sér hún var þarna úti og hún sá þarna úti eitthvað fugl vera að fljúga. Og svo sá hún annan fugl vera að fljúga. Og hún sá þennan fugl og sjáu þið gogginn á honum. Hann svona beittur og sjáu þið neglurnar sem hann með. Hvað beittar? Þetta ránfugl. Og vitið hvað hann var að gera? Hann var að fara að ráðast á annan fugl, minni fugl. Og hann ætlaði að borða fuglinn. Ég ætla að sýna ykkur hérna. Alveg eins fugl, bara vetur, var að borða þennan fugl. Af því að þetta ránfugl. Og mamma sá þetta. Og hún var bara, sá lítinn þröst vera að fljúga og þessi fugl var að ráðast á hann. Þetta þröstur, hafið þið séð þröst? Þeir svona litlir. Og hvað haldið að mamma hefði gert? Hún opnaði dyrnar, ef við förum aftur að þessum hurð, þessari hérna, opnaði þessa dyr og sagði við litla fuglinn, komdu, komdu, komdu. En veitir, svona litli fuglar, þeir eru yfirleitt mjög hræddir við fólk. Þeir vilja ekki koma nálægt fólkinu. En mamma sagði, komdu, komdu. Og hvað haldið að fuglinn hefði gert? Hann flaug inn í húsið. Samt sem áður þó hann væri hræddur. Og af því að hann vissi að mamma var að reyna að hjálpa honum. Og hann flaug inn í húsið og mamma lokaði hurðinni og svo fylgdist hún með þegar vondi fuglinn var farinn, smyrillinn. Og svo þegar hann var farinn, þá fór hann inn í húsið, náði litla fuglinn, veittan, af því að hann var líka hræddur við mömmu, og hleypti honum út. Og hún bjargaði líf hans. Finnst ykkur það ekki æðislegt? Og sjá. Og veitir það, við getum alveg lært af þessu. Að við erum stundum þessi litli fugl, þrösturinn. Og Satan stundum svona eins og þessi fugl. Hann vill ráðast á okkur og láta gera það verkum að við séum ekki lengur hjá Guði. En stundum erum við hrædd að gera það sem að Jesús vill að við gerum. Hann að segja ykkur, komið til mín, ég vil passa ykkur. En við erum að hugsa, get ég treyst þér, Jesús? Sérstaklega fullorðna fólkið, það stundum treystir ekki Jesú. Jesús segir til dæmis, skilið 10% af laununum ykkar til mín og míns málefnis og ég mun blessa ykkur og vernda ykkur. En stundum hefur fólk ekki mikið á milli handana og hrætt til að hjálpa, til þess að skila. En Jesús segir, treystið mér. Og sjáiði að þetta hérna verið að tala dýrin þegar að Nói fór út úr öskinni. Þá sagði Guð blessaði Nóa og sonu hans og sagði við þá, verið frjósamir, margkvældist og uppfylli jörðina
ótti við yður og skelfing skal vera yfir öllum dýrum jarðarinnar, yfir öllum fuglum loftsins, yfir öllu sem hrærist á jörðinu og yfir öllum fiskum sjávarins. Á yðar vald þetta gefið. Þannig að þarna stendur í Biblíunni að meira segja fuglarnir eru hræddir við fólkið. En þessi fugl bara, já, fann lífið hjá mömmu. Þannig að bara hvetja ykkur til þess að treysta alltaf á Jesú þó að þið haldið að það sé jáfnvel ekki gott. Getur alltaf komið upp svo tíð að maður haldið að það sé ekki gott. En við skulum biðja, krakkar. Kæri Drottinn, ég vil biðja þig að blessa börnin sem eru hér og viltu blessa okkur öll hin. Viltu vaka yfir þeim og hjálpa þeim að halda alltaf fast í hendina þína og treysta þér. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir. Þá fáum við tónlistaratriði, það er Sigrún sem ætlar að syngja fyrir okkur. Og eftir það býð ég þið velkomnu. Takk fyrir þetta, Sigrún. Já. Sæl og blessuð öll sem vil. Skulum hefja þetta sem ég að fara að tala með bæn. Kæri Drottinn, ég vil biðja þig að tala til okkur með þínum heilaga anda og ég bið í Jesú nafni. Amen. Að hafa sama hugafar sem Jesús Kristur var með. Við skulum aðeins lesa aftur það sem að hún Íris las úr Filippibréfinu 2:5-8. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var.
Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessum fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Og hérna sjáu þið að Páll, hann að segja okkur að vera með sama hugarfar og Jesús Kristur. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur hver Jesús var og hvernig hugarfar hans var. Og til dæmis, hver var Jesús? Athugum það. Og Jóhannes lýsir hann þannig að í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Þannig sjáu þið að Jóhannes, hann að segja ykkur hér að Jesús hafi verið Guð, sá sem skapaði þennan heim. Hérna getið þið séð mynd af Jesú vera að skapa heiminn. Og við kannski sjáum ekki alltaf þessa mynd af Jesú. Gleymum því stundum hver hann var í raun og veru. Hversu stórkostlegur hann var. Og hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur. Hvað ætli það þýði? Hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur. Var hann líkur Guði eða var hann Guð? Til dæmis eins og við segjum Mikael, það hefur verið Jesú. Og Mikael þýðir hver sem Guð? Who is like God? Og Páll að segja, hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Þannig í rauninni hann að segja það sama og Mikael er. Hver líkur Guði? En ef hann hefði komið hérna niður og farið með þessa fengsinn að vera Guði líkur, hvernig hefði þá verið? Hvernig hefði það verið? Við skulum kíkja á það aðeins. Það var kannski komið svona niður. Það var kannski ekki fæðst sem lítið barn. Það var kannski fæðst með, eða komið hérna niður með svona geislabaug. Hann hefði komið hérna niður sem engill og hann hefði kannski notað yfirnáttúrulega krafta sína til að vera sterkari, ríkari og valdameiri en við öll. Og fræðimennirnir og prestar þjóðarinnar, þeir hefðu ekki þorað að brugga honum launráð eins og þeir gerðu gegn fátæka Jesú. Þeir eru ekki þorað að fara í þennan Jesú ef hann hefði komið svona niður. En hvernig var Jesú? Þegar Páll segir, hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur. Hann kom svona. Hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur. Hann ákvað að vera í sömu stöð og flest okkar. Fæddur af konu, af syndugu mannkyni, lifði í fátækt, þurfti að hafa fyrir lífinu með miklu erfiði. Við skulum aðeins fá hann Jesaja til að lýsa Jesú fyrir okkur. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo þess gæfi á að líta, né álitlegur, svo þess fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn, hugsið ykkur. Fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur mann eða menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Hérna bendir Biblían á það tvisvarsinnum að hann hafi verið fyrirlitinn. Og það þýðir að það undirstrikað og það sett í breiðletur.
endurtekning í Biblíunni þýðir það. Það verið að leggja áherslu á það. Þannig að í stað þægindalífs var hann líklegast sólbrunninn og kynfiskarsoginn vegna erfiðisvinnu. Þrátt fyrir að hafa verið myndalegur var hann tekinn í andlitinu vegna sorgar fyrir okkar hönd. Og fæðing Jesú var með því naprasta sem maður hefur heyrt. Engan stað var að finna í mannabústöðum fyrir hann. Svo Guð okkar og skapari okkar þurfti að fæðast í fjárhúsum, þar sem að dýr höfðust við. Og hann svipti sig öllu. Hverju svipti hann sig? Að vera á dásamlegum stað, það sem kallast himnaríki, að vera í þægjendum, án þjáningar, að vera dáður og upphafinn, lofsunginn á englum, að hafa vald sem Guð, skapari alls. Og af hverju svipti hann sig öllu þessu og fór ekki með þessu fengsinn að vera Guði líkur? Af hverju ætli hann hafi gert það? Hann er Immanuel, Guð með oss, til að samsama sig mannkyninu, til að hjálpa okkur að skilja að Guð er með okkur en ekki á móti okkur. Hann er tilbúinn að fara í gegnum sömu þjáningar og við, en jafnvel meira en við. Og hann sagði til dæmis í Gamla testamentinu, þér skulu gera mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Hann vill búa mitt á meðal okkar. Hann vill vera okkar Guð, búa hið innra með okkur. Og til aðeins að kíkja á bók sem heitir Selected Messenger, það er tilvitnun. Daglegt líf hans, það er að segja hans Jesú, sem einkenndist af lítillæti og auðmýkt, var í samræmi við lítilmótlega fæðingu hans og aðstæður. Sonur hins óendanlega Guðs, drottinn lífs og dýrðar, steig niður í auðmýkt til að vera á sama stað og hinni lítilmótlegustu, svo að enginn skyldi finna sig útilokaðan frá nærveru hans. Hann gerði sig aðgengilegan öllum. Hann valdi ekki fáa útvalda til að umgangast og hunsa alla aðra. Og hvert var svo hugarfar Jesú? Verið með sama hugarfar sem Jesús Kristur var, segir Páll. Hvert er hugarfar Jesú? Hann þjónar. Það er hans hugarfar. Skulum aðeins líta nánar það. Munið eftir þessari sögu. Konungur lífsins, skapari himins, fór á hnén til að þvo syndugum eigingjörnum lærisveinum fætuna, sem að tilheyrði bara einhverjum auðverulegum þjónum að gera. Já, hann sagði, ég kom ekki til þess að láta þjóna mér, heldur til að þjóna. Þetta er hugarfar himinsins. Hann kom, og þegar við komum loks í himnaríki þá mun hann þjóna okkur til borðs, hugsið ykkur. Það er ótrúlegt. Hann er líka með annað hugarfar, hann er lítillátur. Hann, verandi konungur, var tilbúinn að vera auðmýktur. Muniði söguna af þessu þegar hann var tekinn fastur og hann var bundinn eins og hann væri hættulegu glæpamaður. Og það var hæðst á honum eins og þið sjáu á þessari mynd, svona hefur listamaðurinn séð þetta fyrir sér. Já, hann var auðmjúkur frammi fyrir háðsglósum, skorti á viðurkenningu meðal prestastéttarinnar og fræðimannanna. Það væri stöðugt að brugga honum launráð, stöðugt að reyna að drepa hann, hugsaðu ykkur. Hann var auðmjúkur fram fyrir því að það væri verið að pynta hann, hýða hann með svipu, svipta hann klæðum og vera svo negldur á hið versta pyntingatól.
Já, hann er líka hlýðinn. Það er annað hugafar, hlýðinn. Hérna sjáu þið eftir einhvern listamann sem að sér Jesú fyrir sér í Getsemani. Og hann segir, Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kalik frá mér, en verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þegar við lesum Jesú í Getsemani, kemur fram einbeitt hlýðni hans við vilja föðurins. Hann hefði getað komið sér undan, en hann var hlýðinn. Hlýðinn allt til dauða. Allt til dauða, já, dauðans á krossi. Hann var honum hlýðinn. En Páll segir, verið með sama hugafar sem Jesús Kristur var. Hvaða hugafar höfum við yfirleitt? Jesús talar það. Okkur finnst við að vera oft rosalega flott, auðug að góðum verkum og jafnvel þarfnast ekki Guðs. Og Jesús segir svona okkur. Þú segir, ég er ríkur og orðinn auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Tökum við þessi orð til okkar eða eiga þau bara við einhvern annan en okkur? Þjónum við. Jesús segir, því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Erum við tilbúin til að þjóna hvort öðru og þjóna Guði? Líka þegar það hentar ekki, þegar við erum mjög upptekinn eða þegar við erum þreytt, þegar náungi okkar er kannski leiðinlega við okkur, þegar það er óþægilegt að vera í kringum einhvern einstakling sem er kannski pirrandi eða jafnvel í neyslu eða er óhreinn og illa lyktandi, jafnvel með það orðspor að vera þjófur. Eða viljum við láta þjóna okkur? Fá hjálp frá öðrum þegar við þarfnumst þess og aðrir taki tillit til okkar, sýni okkur skilning þegar við erum leiðinleg, óþolinmóð, pirruð við aðra og viljum líka að aðrir séu fljótir að fyrirgefa okkur. Og svo er það með hvort erum við hlýðin. Hann var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Erum við tilbúin að vera með þetta hugarfar? Að deyja fyrir Guðs sakir? Að vera hlýðin allt til dauða? Erum við tilbúin að deyja sjálfinu algjörlega? Vera tilbúin að fara í gegnum óþægindi, þjáningu jafnvel eða vera niðurlagð? Eða ef við aðeins náum að leiða náungan nær Jesú, erum við tilbúin til að fara í gegnum það fyrir náungan? Páll segir til dæmis ég að deyja daglega, eiginginninni sem ég hef í innra með mér. Og hvað þýðir það að vera hlýðin? Erum við tilbúin að fara eftir boðorðum hans? eins og við sjáum hérna. Jóhannes segir þetta í bréfi sínu, 1. Jóhannesarbréfi. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum vér að vér erum í honum. Þeir sem segjast vera stöðugir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Og nú ætla ég aðeins að lesa tilvitnun úr bókinni Vegurinn til Krists. Hér er hinn sanna prófstein að finna. Ef við erum í Kristi, búi kærleikur Guðs í okkur, munu tilfinningar okkar, hugsanir, áform og athafnir
vera í samræmi við vilja Guðs, eins og hann birtist í boðorðum hins heilaga lögmál hans. Hinn svokallaða trú á Krist sem sögðir geta leyst menn undan hlýðniskyldunni við Guð engin trú, heldur ofdyrka, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. En eins líka trúin dauði sjálfur sér, vanti hana verkin. Jesús sagði þetta sjálfan sig áður en hann kom til jarðarinnar. Að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra með mér. Við sjáum þetta í Salmunum 49. Og rétt áður en hann steig aftur upp til himna gaf hann þessa yfirlýsingu. Ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. En hvernig eignumst við þetta hugarfar Krists? Það góð spurning. Ef við þráum að hafa hugarfar Krists, hvernig förum við að því að eignast það? Páll segir í Hebreabréfinu 12:23, beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmán einskis og hefur nú sest til hægri handar ásæti Guðs. Virðið hann fyrir yður, sem þola hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Og hvað þýðir þetta, að virða eitthvað fyrir sér? Tökum til dæmis, það þarna plaggat upp á vegg og þarna stytta, og ef við virðum þetta fyrir okkur, já, það svona höfuð, úr hvaða, akkur þetta svona gult, og akkur þetta svona í silfulit, og akkur þetta svona brons og svo svart. Og hver ætli hafi prentað þetta á þarna og hvaða efni í þessu? Og hvað stendur þarna? Og svona virðum við fyrir okkur myndina. Og hvernig virðum við Jesú fyrir okkur? Svona eins og við gerum með myndir. Eða hvað annað hugðarefni sem við sjáum. Við getum spurt okkur, hver var hann? Hvaðan kom hann? Hvenær gekk hann hér á meðal okkar? Hverju var hann að reyna að koma á framfæri? Hvernig var framkoma hans? Hver voru verk hans? Hvar hann nú? Hvað hann að gera núna? Og velta fyrir okkur aftur. Hvernig hann dó fyrir okkur? Hvernig hann var tilbúin til að gera allt þetta fyrir okkur? Með ólíkindum. Og nú skulum við athuga grein hérna úr tímaritinu Review and Herald. Þetta grein sem skrifuð eftir hana Ellen White. Jesús kom svo að siðferðislegu kraftur sameinist mannlegri viðleitni. Og því mega fylgjendur hans aldrei missa sjónar á Kristi, sem fyrirmynd þeirra í öllu. Hann sagði, ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Jesús kynnir sannleikan fyrir börnum sínum, svo að þau geti litið á hann, og með því að horfa á hann, þar sé að Jesús, geti þau umbreyst fyrir náð hans, frá óhlýðni til hlýðni, frá óhreinleika yfir í hreinleika, frá synd til heilagleika hjartans og réttláts lífs. Kannski einhver hérna inni sem að berjast við einhverja synd í sínu lífi og hefur kannski tapað þeirri baráttu oft. Kannski einhver hérna inni sem að hefur átt í erfiðleikum með að fylgja boðum Guðs, gera hans vilja. Og kannski einhver hér inni sem að finnst hann ekki geta sigrað. Kannski einhver hér inni sem að þráir að vera sigurvegari í Kristi. Vera með sama hugarfar sem Jesús Kristur var. Þjóna eins og Kristur gerði. Vera hlýðin eins og Kristur var. Jafnvel allt til dauða. En ég með góðar fréttir fyrir þig. Með því að beina sjónum þínum til Krists munt þú vera í Kristi og sigra með hans hjálp.
Ef þú ræktar samband þitt daglega við Jesú, munt þú sigra. Þetta bara eins og maður borðar mat, þá fær maður næringu. Og ef maður borðar andlega mat, þá fær maður andlega næringu. Þetta kemur bara ósjálfrátt. Við skulum athuga eitt loforð varðandi þetta úr Biblíunni. Við skulum lesa það saman. Og þetta loforð sem Guð gefur okkur. Þetta sáttmálinn sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau í hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þetta sérstakt loforð frá Guði. Og Guð, hann lýgur ekki. Hann myndi aldrei lofa einhverju sem ekki satt. Og þetta gerir Jesú fyrir þá sem rækta trú sína og samband sitt við hann daglega. Við skulum rísa öll á fætur núna og biðja Guð saman að gefa okkur sigurinn yfir syndinni í lífi okkar. Gera okkur að sigurvegurum. Gera okkur frjáls undan oki syndarinnar. Kæri Drottinn, við lofum þig fyrir að vilja koma hér niður og deyja þessum hræðilega dauða og verða fyrir svo mikilli niðurlægingu fyrir okkur. Já, Drottinn, þú lést lífið fyrir þá sem að gerðu þér þennan hræðilegu hluti gagnvart þér. Ég bið þig, Drottinn minn, að gera okkur að sigurvegurum í þér. Hjálpaðu okkur að beina sjónum vorum til þín. Hjálpaðu okkur að rækta trú okkar á hverjum einasta degi, svo að við mættum vera sigurvegarar í þér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Ég þakka Vigdísi kærlega fyrir þessi góðu orð og við endum á sálminu númer 189.
skuli rísa á fætur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Og þakka ég kærlega fyrir í dag, þakka Vigdísi fyrir hennar góð orð, Sigrúnu fyrir að syngja og Jóni fyrir að spila og tæknimönnum og öllum þakka ég fyrir komuna. Og eru tilkynningar? Já. Við getum sett glæruna, næstu glæra á. Næsta hvíldadag, eða sem næstu helgi réttar að sagt, þá erum við með sumarmót, Kirkjusjóndrandstæði með sumarmót í Hlíðarskóla. Og dagskráin er hérna til hliðar og hún hefst á föstudaginn 17:30 og hefst á kvöldmat síðan 6 og gengur í gegnum þetta bara þétt og góð dagskrá yfir helgina og ég hvet bara sem flesta að koma. Eins og við tilkynntum síðasta hvíldadag að þá er þetta eini hvíldadagurinn á ári sem að það er ekki guðþjónusta hér. Þannig að á næsta hvíldadag þá verður ekki guðþjónusta hér, heldur munum við öll koma saman á Hlíðarskóla og ég hvet ykkur til að skrá ykkur, þeir sem hafa ekki skráð sig nú þegar. Skráning lýkur annað kvöld, sunnudaginn 17. maí og
hvet alla sem flesta til að skrá sig sem bara fyrst og ef að ykkur vantar einhverja aðstoð við þá með hafa samband við mig eða Vigdísi og við aðstofum okkur við það. Það er sérst Gary Caruso, formaður Advent Mission og Dragan sem er formaður samband kirkjunar í Suðaustur-Evrópu sem eru sameiginlegir ræðumenn mótsins og ég held að vera mjög áhugavert að heyra sögur frá þeim báðum og þeirra erindi og ég hvet ykkur til að missa ekki af því. Svo ég endurtaki, næsta hvíldardag verður ekki opið hér, heldur verður við Hlíðarskóla og það er mikilvægt að skrá sig svo það sé hægt að áætla fyrir matinn, einstakar máltíðar og slíkt, þannig að endilega skrá ykkur sem fyrst. Takk fyrir.